Eru þið tilbúin núna? Ég held það nefnilega því að flestir séu tilbúinir. Það er föstudagurinn 23. nóvember í dag. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína og já, eins og þið heyrið kæru hlustendur, þá er þetta nú ekki alveg svona, það er ekki full dagskrá því að Auðun Blöndal, hann er stattur erlendis. Hann er að taka upp atvinnumennina okkar, 3. seríu og verður þar núna næstu 2 föstudag held ég alveg pottitt. Þannig ég fæ þann mikla heiður til þess að stýra þættinum í fjarveru Blöð og hugsa að strákarnir verði til friðs og þeir sitja á móti mér. Stóri bróðir FM 95 Blöð. Já, sem orðað þannig að ég er svona heiðursmaðurinn, ég fæ að detta inn þegar að vantar. Þetta er svo fárlega gott. Og þið heyri í röddinni hjá Steindi, ég ætla bara að byrja að spyrja þig, hvernig ert þú? Ég hef aldrei verið betri, ég er fróandi fín og fyllandi góður í dag. Ertu komin í jólaskap? Já, það er að detta inn, þú veist, málega, það er alltaf að bölva. Af hverju er verið að skreita svona snemma? Af hverju er verið að byrja að spila jólalög? Ég hlust ekki á þetta væl. Þetta er eitt lítið moment á ári. Af hverju ekki að nýta það betur? Og lengja hans í þessu? Lengja þetta hans, ég ætla, sko, yfirleitt ef ég verið að skreita á Þorlák, setja eitthvað tré upp í einhverju stressi og rugli, ég ætla að gera 1. desember. Maðurinn sem að lék Grinch reynda Jim Carrey fekk hlutverkið en hann var klárlega tilbúin í hlutverkið. Egill hatar jólin. Egill Einarsson, hvernig ert þú? Já, ég hef aldrei verið betri. Ert þú komin í jólaskap, Egill? Er ekki, það er november. Já, hann er að vera búinn. Það er november. Það er eiginlega nákvæmlega mánuð til jólastrákar. Já, frábært. Það er öllum skít sama nema þér ekki á þessu ógæslega landi. Án gríms. Egill hefur aldrei verið mikið jólabarn og við vitum það öll. En ég held hann sé samt alltaf að mjakast í áttina. Sko, ok. En Egill, ég hef alveg gaman að því. Þú hittir fjölskylduna hérna og færi jólaboð og færi pakka, reyndar út á 60 og færi 3 pakka sem er 3, sko. Hei, ferðu til Kolbarans? Þú lítur nú að fara þangað. Já, ég fer reglulega Kolbarans. En ég er ekki satt, sko, eins og Richard sem skreiti 14. november. Mín persónulega skoðun, þá er eitthvað aður. Það er eitthvað aður. Að ég segir hvers vegna ég gera það. Og þetta vangin? Nei, alls ekki. Okay. Það er vegna þess að það er dimmt í november, það er dimmt í desember. Þetta er til þess að lýsa upp skammdegið og það er þá meiri styttri bið í vorið. Ég man þú varst helviti tímalega í fyrra við að skreita, en þá var Egill eitthvað, hann kallaði heimilið eitthvað. Já, Egill, vilt þú segja hvað þú kallar heimilið mitt? Rikki, eina sem ég sagði var að mér fannst heimilið lítið út. Mér fannst ekki vera jólalegt. Nei. Þú sendið mér mynd af heimilinu, þú varst búin að skreita núna 2017 og sendið mynd af stofunni. Já. Og mér fannst stofaðin ekki jólaleg. Nei. Mér fannst þú minna á, ekki það ég þekki það og vera að stunda þessa staði, en já, eins og askan tóttkofa. Já. Það var sem þú sagðir orðrétt, sko. Já, sko. Þú varst með förðulega lýsingu í stofunni. Ríkard, hafði ég rámt fyrir mér, var stofaðin eins og askur tóttkofi? Mögulega, en að ég segja hvernig eins og reitt. Fyrir þessi jól, eftir síðustu jól, þá hendi konan öllu jólaskrauti úr stofunni. Hún hendi öllum ljósum og allt. Hún tók þetta inn á sig. Þú getur ekki sagt svona, Egill. Við keyptum allt nýtt fyrir þessi jól. Ég er ekki að reyna með leiðilugur, en stofan og Rikka var. Þú settir alltaf hliðina heima hjá hún. Þú heyrir það, hún er búin að losa íbúðina. Þau þurftu að eyða fullt af peningum í nýtt jólaskrauti. Ok, Steindi, þetta er stofan og Rikkaði fyrra. Nei, kíktu á þetta. Ég er ekki að grína að þetta er stofan og Rikkaði fyrra. Þetta er alltaf mjög sér. Nei, þetta er borðið og þetta er sófinn. Fólk, þú voru að maður sann spyrja, getur þú hendið svo Twitter aftur svo fólk sjáu hvað við erum að tala. Hvað af þessu minnir á asískan tóttkofa? Þetta eru bara rauð jólaljós og seri á svölunum. Af hverju minnir þetta þig á asískan tóttkofa? Ef þú hefur séð kannski í einhverju Hollywoodmynd brot úr einhverju kofa, þá er þetta. Steindi fór að hlæja þig sýndunum þetta. Já, en að hlæja þér. Nei, hann hlóð þess á mynd. Þetta er einkennilega skreitt stofa, ef við ekki orðað þannig. Þetta er ekkert eins og neitt annað. Ég hef aldrei séð svona. Ég ætla að spyrja þjóðina, er þetta eins og asískur tóttkofi? Ég vilt ekki orða þetta aðeins. Hvað ég segja? Bara En Egill, ef þú myndir setja mynd bara af já, bara einhverjum að segja, er þetta eins og api? Þú ert með followers á Twitter, þeir myndi vera sammálaðir. Ok, en ég segi, hvað minnir þessi stofa þig á? Hvað minnir þessi stofa þig á? Ef einhver svarar, Ríkard, af því að það er ekki að hlusta á þáttu núna. Það er ekki að hlusta á þáttu. Ef einhver segir asískur bíp kofi, þá er
bara þá ertu búin að prúfa þitt case sko. Þetta er komið á Twitter. En ekki, ger ekki á svo að fólki fatt ekki ég sé að trolla. Myndi sem ég var að setja núna á Twitter þetta stofaninni fyrra þannig að bara segja þetta því að fólk haldi í sig að grínast þetta stofaninni fyrra þetta stofan, en við erum með frábæra þátt fyrir ykkur í dag kæru hlustendur strákar ég veit að, er ekki hvað þema ertu með í ár? Hvað skreitinga þema í fyrra var sem þetta asiska Warm White Warm White, það er bara svona glærar hvítaserjur já, það er klassíst ekki rauða koncepti svo sem ég fyrra þetta var svona út í bleikt líka hjá en máli þetta rauð svona hvítar perur, mjög smekklegar ég bara, þetta flottir ekki en áður við fyrir mig dagskrá þáttarins þá verði ég að koma inn á eitt af því að það eru stóra fréttir í lífið minu og þetta tengist ykkur báðum bóki mín var að koma, stóra sendingin kom í morgun og hún er komin í allar verslanir á landinu. Wow! Já, það eru fárlega góða en að segja reitt stendi, þetta er erfitt fyrir mig og það ég er reitt af þenni bestu vinnum og rithöfundur og ég er margfaldur meðsöluhöfundur, það er aukaðatrið, tengist ég ekki ég segja að ég á marga viði núna sem er að gefa út góða bækur, það er þú það er GBN, það er My Captain sko, þessi þrýr er að gefa út bækur og máli er Arnaldur og allt þetta rusl, það má sápa nei, alls ekki Egill rólegur sko, fyrir mér Arnaldur er frábær rithöfundur það er ekki, hætt að segja þessu að lesa allt þetta andla veitu hvað ég segi, máli það er fullt af flottum bókum í gangi núna, mikið af skemmtlegu bókum og það eru 360 manns á landinu, ég held að sé alveg nóga fólki til að kaupa þessa bækur sko. Það þarf ekki það þarf ekki að vera maður spurningu hvað læri ég á að lesa Arnald? Hvað læri ég? Komast upp í morðið líklegast? Nei, ég læri ekki raskat, en því ég les bókina þínastæður að ég fætt til dæmis Kólumbíu út með lausnir til dæmis ég fer það ángöldi í vesenni út með lausnir ég er með lausnir og ég er náttúrulega líka með staði ég myndi að hvað eru margir strákar sem eru kannski að fara í svona fyrstu ferð eða eitthvað margar stelpur og leiðin sem fyrstu ferð og eitthvað og eru kannski að fara og detti í þessa klassísku gildrur fara og gera einhverja basic hluti og þetta verður bara fínt ég er að benda á skrítna og skemmtilega stöfið sem getur ekki gert þú getur fara að hoppa yfir unga börn á Spáni það er gaman, í einhverjum búning hoppa yfir einhverjum börn ef ég les Arnald eða Irsu eða whatever ég læri ekkert en allavega, það sem ég ætla að segja ég les þig, ég læri af því að hún var að koma réttum með bókina sem bleiku bókina en af því að bókin var að koma í alla verslanir þá var ég að henda í geggjanleik á Instagraminu mínu og það sem hún þarf að gera til að gefa 3 bækur og svo leikur er í gangi í 1 sólarhring hvað er free shit? Já, eina sem þú þarf að gera er að posta myndaðir í þitt eigið story að þið eru út í útlöndum þú mátt vera út í útlöndum má ég vera Benidorm með blöð? Þetta má vera eldgömul mynd, þetta má vera 10 ára gömul mynd ég mynda mér með blöð á Benidorm já, þú getur náttúrulega, þú voru mjög líklegu sigurveri og voru þetta búin að pakka sem kemur saman og tekur þátt en eina sem fólk þarf að gera er að posta mynda sér í story takka mig á hana svo ég geti séð hana annars sé ég hann ekki og það var það free shit já, 3 skemmtlustu myndar fá bækur á morgun en ein spurning bara út af því að hvernig er svona ef við tölum bara hreina íslensku hvernig líður þér að vera í svona celebrity vift með GBN og Aron Einar því að nú er þið 3 þú þekkist þetta 3 sko, þeir eru allir í hörðu battle ég held að ég sé ekki í samkeppni við fótboltabók sko ég held að þeir getur kannski verið í samkeppni 3 sexy gæjar, þeir eru allir í samkeppni það er bara hann það er langt með sexy af þeim með að spyrja mig og dögulegur vissulega en hvernig er þið vinir eða er þið bara það lagt til hliðar þáka til í janúar ég og þið Captain eru geggjaðvinur og ég og Gummi Bein eru geggjaðvinir en þeir eru í samkeppni ég myndi ekki halda, ég myndi halda að þeir var í því en ég er svona einhvern með næja hvaða fólk er að kaupa þess að bækra Arnald til að summera þetta upp bara til þess að klára þetta ef þið ætla að velja á milli þessar að 3 bóka þá takk ég bókina Steinda ok, ég fagna ég að þú sett stemningsmaður það sem við viljum og ég fyrirgefi að þú sést ekki svona mikill bókaldamaður og ég kann mjög vel að mynda að senda mig voice message ég get hitta á morgun eða 5. dag þú ert það eina sem ég vil Þessi strákar heldur betur að gera það gott þessa mundir Clubbed Up, Aron Kahn og Ratio lag sem heitir Eina sem ég vil þú ert að hlusta á FM 95 Blu á föstudegi 23. november í dag og það er komið að slúðri eins og já, svona vanalega á þessum tíma í FM 95 Blu ég er með 3 móla, klára og segðu mér á að setja að fara að gera þetta aðeins betur en Blu hann er minn allt niður sig í þessu erlenda slúðri þátt eftir þátt ég er með 3 mjög góða móla og ég segi sjálfu frá Ríkard Egil vinnuðin hér
Ég glemd að segja þér að ég með slúðrið í dag. Ekki fræðilegur. Jó, þið miður. Sko, nú ég ekki reyðlegur og það vanalega ég verið Ég spurði þig í gær, ætla þú að vera með erlend slúður að ég sagði nei. Já, og þú sagðir, þú er með slúðrið. Já, en ég með það semst í dag. Wow, hvað að gerast þetta? Akkur lestu mig ekki bara vita því í gær? Nei, út af því að ég hugsaði bara það fyndi ef þú séð með slúður og fæði síðan ekki að koma með það. Þú lest mig semst bara vinna aukalega til þess að taka. Mér varst að vera great comedy. Strákar, getur ekki bara sagt báðið frá slúður? Nei, þú var að semja það heima en sem fær ekki að segja það sem mér finnst great comedy. Þú veist, þetta er alltaf einhvers konar comedy. Ég með slúður í dag og Ég ætla bara að segja pass og ég ætla bara að draga mig í hlýja. Nei, Rikki, það þýr ekkert að fara í fílu. Við erum ekki fílu. Eru FN95 fílublöðu? Við erum ekki fílukallar, sko. Nei, er ekki það að gera veikar eða? Fara á YouTube og þetta tengist inn móla sér með og græja þetta aðeins. Já, og hvað er ég að skrifa? Ég var að senda þér á message á Facebook. Searchaði eftir þessu, ég searchaði eftir andlitunar og þetta þarf að vera klárt þegar ég með móla og hér er komið erlend slúður með ykkur í dag. Ég heiti Einarsson og ég með nokkra móla. Sko, má ég byrja fyrsta mólun? Leikstjórar í dag eru búin að kvarta mikið yfir því að þú getur ekki lengur tekið box og bardagasenur í nýjum bíómyndum í dag út af því að þessi nýja kynslóð leikara í dag eru, eins og þessi leikstjóri sagði og vildi koma til dullumni, aumingjar sagði, aumingjar. Síðan kom annar leikstjóri undir dullumni og sagði, það vantar fleiri meina gamla skólanum eins og Sly Stallone og nú er ég með móla Sly Stallone sem ekki margir vita. Þegar Sly Stallone var að taka upp Rocky 4 og sagði það með Dolph Lundgren kýldum eins fast og getur og því ég nefnir ekki að taka upp eitthvað fake shit. Ég taka upp álvöru mynd ég vil og kýli mest fast og getur sagðist Stallone með Dolph. Hörru, Dolph gefur ekkert eftir. Sly enda á gjörgæslu við tökur og Rambo 4 og þetta er staðfest. Ég meina málið það, hann er orðin 108 ára gamall og hann er að byggja ykkur að kýla sem fast og hann getur bara í andliti. Þetta var Rambo 4, þetta var bæðið við svo 40 ára síðan. Þetta er 4, ég held þetta væri Creed. Nei, þetta er Rambo 4. En málið er, svona leikar er ekki til lengur í dag. Þessi leikar í dag er allir svona ég pæti ekki að kýla mig á fast. Áttu ekki við Rocky? Sagði ekki Rocky? Það út alltaf að tala um Rambo. Rambo sko. Hvað, ég er fucking heimskur. Ég meinti Rocky 4. Rocky 4, Sly vs. Dolph. Og í þeirri mynd sagði hann við Dolph ekki vera eitthvað, veist, kýldum eins fast og þú getur. Takk upp bíómyndina. Og endaði gjörgæslu. Hörru, síðan var hann að taka upp mynd í Expendables og var að taka bardaðsynni með Stone Cold Steve Austin. Og hann barðaði eins og harðfisk og hann hálsbrotnaði og með játplötu í hálsinum Sly Stallone. Og þessi leikstjóri sagði daginn, er þessi kynslu leikar að deyja út, eru bara að fá okkur að aumingja já eða nei? Er það slúðrið? Þetta er mól nummer 1 hjá mér og ég er að velta í þessi spurningu uppi yfir ykkur félag. Eru mennur sem Sly Stallone eru að deyja út? Viltu velta ykkur steinum? Veltum steinum? Já, ég meina þú veist sko málið það það er alltaf breytast. Mér stilum með Sly Stallone mjög slakuleikari. Shit, gott heimskur ekki maður. Já, sko, hann alltaf hann fekk Óskarinn bæðið Hvað, 1968? Og var tilnefndur fyrir Best Actor. Já, 1968. Verður tilnefndur fyrir Best Actor út lélegur leikari? Já, en hvað ár er þetta? Já, vel heimskur. Hver er uppáðast leikariðin? Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio. Já. Jésús, hvað ættu 15 ára stelpaði? Ryan Gosling og Leonardo DiCaprio. Það kjaftar hlusta á hérna. Já, ég veit að það er ekkert að Cabrio sko, en Goslingin var svolítið svona að segja það fyrst er smá 15 ára stelpa, ég veit ekki hérna. Hann er geggjaður í Gangster Squad. Allavega næsti móli Rikki, fara þá svona að testa í því maður, guð minn góð. Já, það þarf að dæla svolítið í því. Getur ekki réttið eitthvað anadról að það niður frá því? William Baldwin Guð minn góður sem er einn af the Baldwin brothers. Er það yngsti bróðurinn? Hver er? Þetta er svona næst ríkasti bróðurinn. Alec Baldwin er svona það sem á mesta peningin. Já. Sér með William Baldwin. Hann er bróðurinn sem stundaði samlíf með Sharon Stone upp í súlu standandi í Sliver. Einmitt, já. Sem er frábær mynd. Já, þú spurðið mig um daginn hvort að ég hafi eitthvað tíma verið að stuttast eitthvað í sturtu. Ertu búin að horfa á hana? Nei, ég hef ekki séð hana þó. En þú vildi meina að þegar ég er eitthvað að bralla í sturtu og væri ekki eins. En horfður á Basic Instinct?
Já, ég sé hana. Já, þegar hún sagði what are you gonna do, charge me for smoking. Hvað heldur ég muni bara orðið hvað fólk var að segja henni? Læstur herbygginu þá? Ég náttúrulega man ekkert orðið hvað fólk var að segja henni. Hvert er slúðrið? Það er ótrúlega að þú munir það. Hvert er þetta að fara eitt heila? Ég skil svo lítið í þessu manni maður. Ég hef bara aldrei heyrt svona. Hvaða setning var þetta á myndinni? What are you gonna do? Charge me for smoking. Mannst ekki þetta þessari setningu? Já, það sekta það fyrir reynda. En það segja mig það, þið tveir, muni ekki eftir þegar Sharon Stone segir what are you gonna do? Charge me for smoking. Var hún ekki svona dimratuð? Hún sagði, hvað ætlaði að gera? Kærðu fyrir að reykja það. Hún var yfirreyslu. Við kunnum ennsku. Já, ég veit það. Við munum eftir myndinni. Ok, þetta er bara líklega þekktasta atriðið the history of movies. Hvað er næsta móli? Má ég tala William Baldwin? Yes. William Baldwin Rikki er að fara að grenja þetta og þú er búin að hanga svo lengi á slúðurinu og hann fengi ekki að segja neitt. Sko, ég er ekki svona komin að móla 2. Leifur Rikki að segja 1 móla? Rikki, þú er móla? Nei, bara halda áfram Guðana bæna. Erum við FM 954 kalla? Getur sagt á við Steinþór hætt að trubla mig? Já, Steinþór, hætt að trubla mig. Ég er með mína móla hérna. Já, ég er spenntur. Ok, ég er með hliðarmóla. Eins og þjóðin veit þá var Hailey Baldwin sem er dóttir Stephen Baldwin sem á monster hit eins og Biodome og Threesome og fleiri smelli breytti nafninu sín í Hailey Baldwin Hailey Bieber fyrir ekki Ok, nú er ég búin að rannsaka, það er líklega ekki maður á jörðinni sem hefur rannsaka meira þetta atriði með Hailey Bieber og Hailey Baldwin Ok, nú ætla ég að spyrja ykkur 2. Nú er þið báðir með svona rétt undir meðalagi greindaðustölu. Við erum svona 50 kannski. Af hverju breyttu nafninu sínu úr Hailey Baldwin í Hailey Bieber? Ykkar skoðun, af hverju gerðu það? Væntanlega til þess að fá meira athygli og hugsanlega meiri peninga. Steinþór? Ég bara hef ekki hugmyndu það. Shit, hvað er heimskir? Ég var ekki svona hlusta. Ná, þetta blöð er málega, blöð með það. Hann er gáður. Hann hlusta. Já, hann er svona tónu, þú veist, hann er klár, hann myndi alltaf svara svo rétt. Komdu með þetta. Þegar voru að gifta sig. Af hverju ætti hann að breyta eftirnafninu sínu úr Hailey Baldwin í Hailey Bieber, þau voru ekki að gifta sig. Þau eru bara ekki búin að gefa það út. Lestu á milli línana, þau eru gift í dag, allavega. Og málið er, William Baldwin, sem stundaði samlíf með Sharon Stone uppi Súlu í Sliver, fór í viðtali á Ryan Seacrest fyrir 12 dögum síðan. Og Ryan Seacrest segir William Baldwin og segir bara gamli, nú deitna the Baldwins, ég þýði þetta. Hvað er að frétta með frænkuðina og Bieber? Er þau gift? Já eða nei? Hann segir orðrétt, I'm taking it to my grave, buddy. Má greinlega gera þetta. Allavega, Seacrest heldur áfram pundan. Er Seacrest ennþá bara á lífið? Hann er með mjög vinslan þátt, Steinþór. Okay. Og heldur áfram pundan. Segðu okkur bara, hvað er þau gift eða hvað er að frétta? Og þá segir William Baldwin, sem stundaði samlíf með Sharon Stone uppi Súlu. Þú erum að segja þetta? Ok, og hann segir Can you read my mind? Seacrest segir, horfðu augun á honum I think they're married. Og William Baldwin segir She's good. Ok, sérfræðingur er að meta hvað meint hann með She's good. Einmitt. Og mitt faglega mat William Baldwin hefur aldrei sagt She's good nema það að þau séu gift. En mitt faglega mat er, og Íslendingur að heyra þetta undan öllum öðrum, Justin Bieber er officially giftur og konan hans heitir Hailey Bieber. Þetta er slúðupakki minn í dag, Egil Einarsson ég og klukkan er 16:22. Þökkum Dr. Sigmund Freud fyrir þennan slúðumála. Já, mála. Gauti, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 95 Blö. Við eigum 25 ára afmæli og að því tilefni bjóðum við upp á afmælisglaðning á hverjum degi alla vikuna. Og í dag... Hvað er jólúkanast þú að gera hér? Hvað menar þú? Já, ertu heyrnaveikur maður? Heyrnaveikur? Rólegur, við erum bara að reyna að hafa það næs og halda upp á 25 ára afmæli okkar. Þú veist, cozy time og pizza með alls konar. Ég segi svampar, ekki túskkoskar. Jájá, ok, þú voru bara að hafa þetta svo vilt. Heyrðu, hvernig er það? Vorum við ekki fyrir löngu búin að losa okkur við hennan gaur? Má ég kynna internetið? Disney kynnir nýjasta meistarverk Ralf rústar internetinu. Stórkostleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Sýnd með íslensku og ensku tali. Ég er hættur. Tryggðu þér miða. Ralf rústar internetinu. Frumsýnd 30. nóvember.
Nú er ég ekki í góðu skapi. Annað venjulega. Eva Laufey og Gummi Ben snúa aftur í 40. matreiðslu þætti landsins. Gestir í þessum fyrsta þætti eru þeir Eiður Smári og Sveppi. Hvað ætli að hakka laxinn? Já, það er að búti svona laxapús. Ískápastríð, fyrsti þáttur, miðvikudag á Stöð 2. Það er Hagkaup sem færir þér ískápastríð á Stöð 2. 30% Black Friday afsláttur af sófum. Vóg fyrir heimilið. Granít borðplötur. S. Helgason steinsmiðja síðan 1953. Núna hefur enga afsökun til að kaupa þér ekki prótein. Fitnessport.is. Sent heim. Capiche. Thule léttöl kynnir. Bill Burr í Eldborg 29. apríl. Einn vinsælasti grínisti heims kemur til Íslands. Miðasalan hefst á mánudaginn klukkan 12 á harpa.is/Bill. Ekki missa Bill Burr í Eldborg. Sena live. Betra brugghús. Bryggjan brugghús. Kaupþinging, bankinn sem átti sig sjálfur eftir Þórð Snæ Júlíusson. Ofmetnaður og græðgi, samtrygging og samsæri, blekkingar og svik. Sláandi lesning, veröld. Það er erfitt að toppa barbecue bacon towerborgaran á KFC. Hann er með original kjúklingabringu, ljúffengri barbecue sósu, kartöfluskífu, osti, fersku salati, létt majónesi og auðvitað baconi. KFC. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg létt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö 23. nóvember í dag og við erum í góðum gýr hérna strákarnir og Egill hefur ákala gaman að lífinu þessa dagana. Ég hef ekki hlegið svo mikið í mörg ár. Ég sett á Twitter á hann myndin af stofuninni fyrra, þú veist að skreita. Þegar varst múin að segja basically í útvarpinu hvað hann mynd á. Ég setti mynd af stofuninni fyrra. Málið, það fólk fatti það. Þetta er ekki grín, þetta er stofunni þar í fyrra. Og ég var að retweeta twittinu frá því í fyrra. Og ég var að spurja fólki að hvað minnir þessi stofa þig á, og svörin eru ekkert eðlilega að finna. Það er allavega þannig að við getum ekki lesið upp. Veistu hvað mikið að finna liðið til á Íslandi? Þessi svör við þessari mynd. Ég var að grenja á hlátri hérna. Við erum að fara í hvort myndiru frekar. Hvað séum það? Ég ætla að segja það í dag. Þú ert ekki að segja það. Ertu búinn að semja þetta heima hefur á bak við lukta dyri? Þú ætlar að taka þetta af honum með það? Nei, Ríkard er held ég bara með þennan lið. Hvort myndir frekar í dag er ekki hardcore, það er semi-hardcore. Semi-hardcore. Ok. Þannig að þetta eru 3 spurningar. Þú ert náttúrulega algjörlega brenglaður ekki. Þú hefur verið með rosalegar spurningar. Ég er með erfiðar spurningar. Hann er skrítinn. Erfiðar spurningar og það er svona eiginlega pointið með þessu. Þetta á að vera erfitt að velja á milli. Já, sammála. Þetta eru 3 spurningar og við förum bara í fyrsta. Hvort myndir frekar eldast núna 20 ár fyrir neðan háls eða fyrir ofan háls? Sko málum með það, ég held að sé ekki það mikill munur á mér fyrir neðan háls. Þetta er auðvitað fyrir þig. Já, þú veist, málega það miklu auðvitað var hann. Já, þetta er miklu málega það. Egill er svona, hann er búin að vera að vinna mikið í sér og búin að vera duglegur í ræktinni. Það myndi enginn taka eftir að þú myndir eldast 20 ára fyrir neðan, sko. Já, sko, ég meina það tæki við enginn eftir því. Nei, ég raun ekki. Já, það væri alltaf sama. Það myndi alltaf verið bara að heyra helviti hann einhvern veginn gamall alltaf niður í maður. En þú myndir hrukkast upp og En málega samt, segjum svo ef Steinþór myndi enda á lausu sem er ólíklegt, þannig er mjög hamingjusamlega giftur og frábæra konu. En segjum sem svo. Ok, líf er ekki alltaf Sunshine Lollipop, sko. Nei. Þá er það komin að laus með 58 ára gamlan penis. Og það er vesen, sko. Það er sem ég velti fyrir mér, sko, út af hann er sko ungur og ferskur fyrir ofan háls og grá En sjá ekki samt flestir andlitið þú ert að fara út á lífið og svona. Ég er ekki 38 ára, sko. Ég er 33 ára. Ég væri sko 53. Þú ert alltaf ungur. Já, ég er svolítið ungur. Hvernig það fættur? Ég fættur 84. Ertu að grínast það? Nei, ég væri 34 í desember. Ég ammali 9. desember. Þetta er lífið leiku við þig. Hvað ertu gammal í desember? Í 34 ára. Ertu að grínast það? Nei, hvað helst ég var í gammal? Og ætlar að halda upp á þetta? Hvað helst ég var í gammal? Það gerði svona bóðið? Þetta er bóðið. En ég veit það ekki. En Steinþór, hvað mynd þú velja? Sko, málið það, ég er alveg sammálagli. Þannig að það er ekkit gaman að vera með 53 ára gamla penis ef þú ert ekki 53 ára gamla. En svo fyrir ég líka að hugsa, er eitthvað munur á 53 ára gamlum penis og 33 ára gamlum penis? Það er spurning. Ég meina, hversu hratt eldist penisinn? Ég meina, þetta er bara mjög legit spurning. Því að ég held nefnilega
hann eldist kannski svona besta af þessu. Sko ég held, ef þú snirtir þetta, ok, hvað, ég veit ekki hvað að ræða þarna, ok, ef þú snirtir þetta nokkuð vel, þú far rist til þú þægilega það ekki? Í dag eða? Það er bara svona heilt yfir einhvern veginn. Jó, þú veist, ég er bara í tókmálu þar. Er það ekki? Jó. Þá held ég sé það bara vinn fyrir þig einhvern veginn. Þú ætti ekki að svara fyrir hann. Nei, ég er bara með að spjalla. Já, við verðum að Þú farir ris alveg það ekki? Jó, ég fæ ris, en ég er að tala um sko því 53 ára gamla kallminn er ekkert í vesinni með það held ég ekki margir. Þá er líka bláa pillan virkar. Þú ert ekki eitthvað gæi í geiminu sem rétti þér póka með einhvern bláum? Nei, ég meina bláa pillan svínu virkar. Ég meina það væri ekkert vesinni að vera á henni. Hefur þú prófað það? Já, ég prófað. Ha? Já. Prófaðu það? Já, ég er bara í flippi. Einn heima? Nei, ekki einn heima þetta var, við vorum í svona herrakvöld við erum svona 16 strákar og það var sko Tókstu Viagra með 16 strákar? Nei, það voru tveir sem voru að skipulegja þetta Ríkard, við kollum með denna bláa? Við kollum með denna bláa Og hvað, tókstu hálfaða heila? Nei, það voru tveir strákar sem voru að skipulegja þetta og þetta var start svona fordrykkur og svo voru allir farnir að fengu allir fordrykk og svo voru allir að kapna úr fucking hita Bara lauma úr í stöndið Og þá voru þess tveir sem voru að skipulegja þetta laumaður onni öll blöðsinn hjá öllum Þannig að ég er svona En þú er ekkert að lauma hann og baðherbyggja heima poppinni? Nei, ég þarf þess ekki Tókstu þetta óvart bara ykkur gríni? Já, þetta var svolítið hannig En gaman að því Hafði gaman að því Sko, ég myndi alltaf velja Málið það Maður myndi velja fyrir neðanháls Ok, Gilsari? Held ég Þetta er, málið, ég rósið veitir Ríkard Þetta er svona líklega þín besta spurning Frá þú tókstu dagsskólið Því að þú yld mjög weird shit Sko, Maggi Bessaði mig eins og að þroskin í vöðvunum kikkar inn í kringu 50 svona álöfuru þroski og þú duglegur að lifta ekki tíðina þú veist, eins og fyrir alla sem er hlusta núna sem er 18 að lifta sko, þú toppar í kringu 50 þá er talað þroskan í vöðvunum og allt þetta og þannig að þú ert að segja mér, ég get náð þeim fallega þroska en haldi þessu 19 ára andliti síðan með þetta á 19 ára ég setjum spurningamerkja þar ég ætli takið það Þú tekur það Sammála með það Þá er nummer 2 Hvort myndir þú frekar sleikja alla hluti sem þú sérð eða sænga hjá Donald Trump Sko, málið það Ég sleiki yfirleitt flesta hluti sem ég sé og ég er einn af þeim sem er ekki með 30 sekundarreglur og ég bara tek hluti upp ef mér langar Þá er ég að tala um og ert að horfa á tölvun og ert að sleikja hana Já, eins og ég sleikti síma minna þegar var smá kámur Ég er alltaf að sleika Mikrofónin, þú ert að horfa á mikrofónin, þú ert að sleika hann þá Já, ég skilji, það er mjög þreytt að sleika allt sem maður sér Þú veist, að þú horfir í kringur Þetta eru hlutir En núna þyrfti að sleika þig Nei, ég er ekki hlutur Þetta eru hlutir En maður útskýrnast, ok Sérst, ég með annar varmulöka, ég þarf að sleika allt sem ég sé Hluti Já, bara fjastringurna og töluborðu og hvað Í hvað langan tíma er þessi dýll? Þú veist, skilur ég Eitt ár að sleika allt sem ég sé Allt sem þú sér Eða stunda samlíf með eina nótt Háttjörtum fórseta bandarækjana Sko, það var viðtal daginn við einhverja klámyndaleikonu sem átti að hafa verið eitthvað svona eskort þetta með honum Stormy Daniels Já, Stormy Og hún sagði að tippið honum væri eins og ofvaxin sveppur Hún sagði það Hún sagði að þetta væri furðulegasta tippið sem hún hefði séð Þetta væri bara svona kom einhver svona risastór ofvaxin sveppur þá voru við vantilega að tala um fremsta hlutan á tippinu og hún hafði aldrei séð þetta og hún vann við þetta hún var búin að vinna við þetta ég veit ekki hversu mörg ár, hún var in the game hún var í bransanum, hún hafði aldrei séð þetta þannig að það gæti verið helviti mikið vesen að sofa hjá hún Ein spurning, Riki, ég vel fyrir varmalökar ég er kannski í jólahlaðborði eða ég þarf að sleikja allt, glös og alla mat og Ok, ef ég stundar samlið með Donald Trump má ég stjórna hver gerir hvað í þessu samlið? Já, þetta er bara kynlíf Já, ég ætla að stundar samlið með Donald Trump Steinþór Já, ég hugsa að ég myndi gera það líka víst að maður myndi fá að ráða svona hvernig það færi fram Þá var það síðasta Hvort myndir þið frekar vera PB í 6 klukkustundir eða synda 1000 metra í laug sem er fulla manna Fyrir ekki, PB, hvað er það? Prison bitch Hæ? Bitu, what? Hvað er það að styrta það í PB? Það er eitthvað sem allir veitur hvað er nema ég og Steinþóra PB? Prison bitch Og gera hvað hinn valumleikin? Eða synda 1000 metra í laug sem er fulla manna Hendur bara kaldur í PB? Já, manni er kúkur Bitu, er ég að heyra 2 ný slangs hérna PB og manni Loksins koma með Rikka G spurningu Það hlutu koma því Það er 2 eðlilegar Þetta er klassísk Rikka G spurning Það kom með 2 eðlilegar og nú kom með Rikka G spurning Pæli því, hann er að kenna okkur manna og PB
PB 1000, ok Þetta kíló, þið sendi kílómetri kannski á svona klukktíma. Hvað ertu lengi í Prison Beach? Ég sendi kílómetri á 23 mínútum, Richard. Ok. Ég hef þetta útskrifast úr íþróttafræðinni í HR með því að senda kílómetri á 23 mínútum. Þú ert að senda í gegnum manna? Í gegnum manna, já. Þetta er eðlileg spurning. Hvað ertu lengi í PB? 6 klukkutíma, ég sagði það. 6 klukkutíma? Þú veist að 6 klukkutímum þá, þú veist, þú er náttúrulega bara, þú er eðnismitaður þetta. Ekkert endilega. Hvað er fangeldið? Bara á Íslandi. Íslandi? Hvað er fyrir valmöðleikin áttur? Vera PB Prison Bitch í 6 klukkustundir. Ok, ég er til að vera Prison Bitch. Það segir mér hvað felst í því verkefni að vera PB, hvað þarf ég að gera? Það er bara með fangið inn í klefanum, hann bara pínlítið á þig. Ok. Ég meina, það er svo sem þetta er rosalega opið koncept þarna, þetta PB, sko. En ef það er Matthew McConaughey með mér í klefa? Það er ekki þannig því miður. Ok. Málum með það, ég held að ef maður myndi lenda í fangelsi þá, ég held að þú veist, ég meina, við erum netti gaurar. Akkur, við, þú veist, ég meina Steinþór, þú eru alltaf PB strax. Ég held ekki, ég held að maður myndi að vera bara Steinþór er PB eftir sekundubrót, það myndi að lappa inn á raundi. Já, en málið það Og ég er ekki að reyna að vera leiðalúð. Nei, ég veit það, en málið það ég, hérna, ef þú myndi vera þetta er basically hannig, að þú ert lokaður inn í klefa með öðrum kallmanni og að þú ert bara nettu gaur, þú veist, ég myndi bara byrja að spjalla við hann og hann er bara gaman hjá. En það er ekki í boði, þú erið PB. Já, ég er bara skildur í það. Já. 6 tímar, þetta eru bara 6 tímar. Ég ætla að synda í gegnum kúk því að það hljóma sem hell of a workout og ég er að koma í stand fyrir jólin. Já, ég hugsa að ég tæki líka bara, ég myndi henda mér hann í partybaldurinn og klára það. Panta ekki kiss ykkur á kinnuna, þetta var hvort myndur frekar. Já, ég stödd hérna í Dorma Holtagörðum en hér er sko mikið að vera. Enda glæsilegu Black Friday tilboð á fullta vörum og svo er 25% afsláttur af öllum vörum. Já, fólk er svo sannarlega að nota tækifærið og versla inn jólagjafinnar. Ég sé hérna fólk með sængur og kotta og nýju jólailmina frá Yankee Candle til dæmis. Svo er náttúrulega verið að versla rúm og sófa hér. Það er alveg ljóst að fólk ætlar að láta fara vel sig jólin og gera frábær kaup í dag. Ég hvet ykkur til að koma og versla á þessum frábæru kjörum, en Dorma er ekki bara hérna í Holtagörðum. Dormabúðirnar eru líka á Smáratorgi, Akureyri og Ísafirði og það verður opið til 10 í kvöld í öllum verslinum Dorma. Einn er hægt að fara beint inn á dorma.is og ganga frá kaupunum þar. Thule léttöl kynnir Bill Burr í Eldborg 29. apríl. Miðasalan hefst á mánudegi klukkan 12 á harpa.is/Bill. Sena Live. Það er opið til 1 alla daga og til 3 helgar. Biljartbarinn Faxafenni 12. Er þetta kannski of snemmt? Krónan. PQ-17 skipalestin. Ein allra dramatískasta sagan úr sjóhernaði seinastríðs. Skipalestin PQ-17 fór frá Hvalfirði til Rússlands og sætti þrotlausum árásum Þjóðverja. Íslenskur háseti Albert Sigursson var borð í einu skipana. Þetta er hans saga. Black Friday til sunnudags í Margt og Mikið. 20-60% afsláttur. Margt og Mikið Holtasmóra. martogmikið.is. Hver var að hringja? Hvert ert að fara? Hvar er opið? Já, 18. Allt sem þú þarft að vita. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Toppslagur í ensku úrvalsdeildinni á Laugardag og það er komið á alvöru Lundunaslag. Tottenham, Chelsea, klukkan 17:20. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. Það held ég þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 á föstu degi réttu mánuð til jóla. Hvað segir við? Nú ætlum ég að ræða þess við þig. Ef þú spilar einu sinni enn jólalag eins og þetta í dag, alveg sama, reyndar er þetta King Holy Ég elska Helga Björns. Það er einn Holy Bee. Ef þú spilar einu sinni enn jólalag þá er ég farin og ég tek Steinþór með mér. Það bara pökkuðu saman á förum. Þú spilar ekki jólalag á föstudegi
23. nóvember Nú spyr ég bara, ég ætla að tala fyrir hönd þjóðarinnar. Hvað er að þér? Ok. Útskýrðu það, hvað er að þér? Það er ekki að mér, það er bara mánuður til jóla. Já, þá spilum við, já, og hvað? Þá spilum við... Það er fössari, það spilum við jólalög. Viltu ekki bara ráðast á hann? Nei, ég er bara aldrei heilt að næst. Ok, Steinar, hversu þreytt er þetta? Já, við ætlum að lappa út ef hann gerir þetta aftur. Það er svolítið. Það spilaði jólalag. Herðu, ég er búin að ná 23. nóvember. Herðu, ég er búin að ná þessu. Ok, vika jól, ég myndi halda kjafti. Ok, það verður vika jól núna. Ég myndi núna bara þegja og halda kjafti. Ok, til þess að svara þessu ömurlega útspiliðinu, má ég þá velja næsta lag til að svona gleðja þjóðina sem móti? Reyndu að toppa það, frábært. Hvað, toppa þetta jólalag? Vá, sjokk, það var mjög ókvæð, það verður erfitt. Við erum hins vegar að fara í símtal sem ég setti strákana í. Strákar, við fórum í klefan í gær. Já. Og ég setti svona smá áskorun á okkur. Ekkert eðlilega erfið áskorun. Nei, ég skal alveg viðurkenna það. Það var óþægilegt. Það er eiginlega nákvæmlega mánuður til jóla. Þannig ég fékk eitthvað til þess að gera óþægilegu könnunna. Og þessi könnun gekk út af það því voru svona aðeins að spyrja út í jólin. Jólahaldóna. Spyrja aðeins út í þau. Myndur þú orða þetta svoleiðis? Við skulum orða þetta, það voru ekki eðlilegar jólaspurningar. Riki, punkturinn er, þú bjóst til viðbjóðslegustu könnun allra tíma og ítt á play. Já, basically er þannig að það er verið að spyrja út í jólinn og skulum sjá bara hvernig strákunum gekk í þessu í gær. Halló. Já, góðan daginn, Bjarni heiti ég. Mætti þið nokkuð taka því smá jólakönnun sem ætti að taka bara svona halva mínútu? Jólakönnun? Já. Góðislega, ég er út í Írlandi. Írlandi, það verði bara mjög snöggur. Æja, já, ertu búin að skreita heima hjá þér? Nei. Nei, ok. Hefur það klætt upp sem skítugu jólasveinn? Skítugu, nei, bara hreinn. Herru, þá er að fjórða, fyrst er líklegt að þú myndir þykja jólajafl jólin. Jólajafl? Já, A, mjög líklegt, B, mjög ólíklegt, C, annað. Hvað er jólajafl? Hvað er þetta jólajafl? Jólajafl, hvað er þetta jólajafl? Fyrir ekki að? Hvað er þetta jólajafl? Já, þetta eru munnmögg. Já, ég veit ekkert að það. Já, þyrftu nú að haki eitthvað, finnst þið líklegt að þú myndir þykja svona jólajafl? Ég veit ekkert að það. Það er bara kannski það. Þetta er ljómandi. Og hvort ertu græður á kvöldina mátana? Vesturólóður. Já, er þetta Pétur Gunnarsson? Já. Sæll og blessaður, Hákon heiti ég og er að gera smá jólakönnun. Mætti ég trufla því í svona 30 sekundur? Þetta er örstuð, 4 spurningar, 4-5. Herðu, fyrsta, ertu búin að skreita heima hjá þér, Pétur? Nei, ég er ekki búin að því. Ekki búin að því, ok, nei. Herðu, Pétur, hefur þú íhugað að þykja jólajafl jólin? A, mjög líklega. B, nei, ekki það líklegt. Jólagalapp? Nei, jólajafl. Þykja jólajafl. Að láta jafla þig. Ertu að hugsa að láta jafla þig, Pétur, jólin? Nei, ég veit ekki. Hvað er það? Já. Ég þyrfti að haka eitthvað, sko. Ég þyrfti nú að haka í annarkvort. Já. Þú segir já þar. Þú hendir í já þar. Ég veit ekki hvað það jafn er. Þú ert vongóðu með þetta. Þú ert vongóðu með að fá jólajafl. Já. Já, heyrðu, ánægði með þig. Það væri skellur. Halló. Svanhildur, er hún við? Já, það er hún. Ég er í lagi spurjiði spurninga sem ætti að taka úr einungis 45 sekundur. Mestalagi 1,5 mínútu. Já. Glæslega, takk að kjallaði fyrir það. Svanhildur, ertu búin að skreita heima hjá þér? Nei, já. Hversu líklegt finnst þér að þú munir gefa jólajafl jólin? Jólajafl? Já, jólajafl og ég er með valmöguleika, ég er með líklegt, ég er með mjög líklegt og ólíklegt. Hversu líklegt finnst þér það, Svanhildur, og gefur jólajafl? Hvað er jólajafl? Jólajafl? Já. Ég veit ekki hvað það er. Það er sem sagt eins og hefðbundið jafl nema á jólunum. Það er svona, skýrum við þetta hérna jólajafl. Það því að þetta er... Já,
Og getur skýrt fyrir mig hvað sé japl? Þó það sé ekki jólajapl. Ég hef aldrei heyrt þetta orð áður. Já, bara hefðbundu japl. Aldrei heyrt þetta orð áður. Já, það er sérstætt, ég veit ekki hvernig best að útskýra þetta. Þetta er svona svo, ekki óli, þetta er ekkert sérstaklega óli, þetta er svo mörmögg. Nei, eftir því. Ég er orðin ellu, heldur að ég segi svoleið. Já, það er... Drepið mig ekki alveg. Það er þá... Ég haka þá bara nei í þann kassa, það ekki? Jú. Má sjá. Þetta er frekar ólíklegt, má sjá. Já, mjög ólíklegt. Ok, þá er að næsta spurning. Já. Hvort myndur þú segja að varir graðari á morgnana eða kvöldin? Morgnana? Já, sammála því. Já. Morgnana. En þú? Ég er svolítið sama, ég er á sama stað. Morgnanir. Maður er feskur og okkur er útsofin. Já, það er langt best, sko. Gleðileg jól og hérna hafðu það nú eindislegt. Gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Ok. Takk fyrir. Bye. Ef þú ætlar annað borða detta, þá skaltu reyna detta í lukkupottin, því afmælisglæðningu dagsins á Dominos er heldur betur glæsilegur. Í dag fá 25 viðskiptavinni Dominos ársbyrðir, ertu ekki að grínast? Ársbyrðir af pizzum? Á, við heyrðum rétt, ársbyrðir. Þú ætti kannski bara að drífa þig. Núna, Dominos. Thule léttöl kynnir Bill Burr í Eldborg 29. apríl. Einn vinsælasti grínisti heims kemur til Íslands. Miðasalan hefst á mánudegi klukkan 12 á harpa.is/Bill. Ekki missa Bill Burr í Eldborg. Sena live. Það er 170 miljónar risapóstur í getraununum helgina. 1x2 við tippum. Black Friday helgi í Körfi. 20-50% afsláttur. Föstudag til mánudags. Sjáðu úrvalið á körfi.is. Körfi, fákafinni 9. Bók með hljóðum. Hvað segja dýrin í frumskóginum? Lesum skemmtilegar sögur af dýrunum og heyrum þau tala. Það er Thanksgiving vika á American Style. Við þökkum fyrir okkur með því að bjóða Cheese Style, franskar og kók á aðeins 1395 krónur. Það er 170 miljónar risapóstur í getraununum helgina. 1x2 við tippum. Ertu alltaf að vinna? Kemst ekki frá til að kaupa pre-workout? Það er engin afsökun! Farðu á fitnessport.is og pantaðu og senduðu pakkan í kvelli. Fitnessport. Fyrir fólk eins og þig. Hvernig gerir svartan föstudag bjartari? Það er 25% afsláttur af öllum ljósum í Bíkó. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólaverðarstíg 18. Dagfinnur læknar dýrin í smá. Úrval af gæludýravörum og fóðri. Dýralæknastofa Dagfinns, Skólaverðarstíg 35. Við höfum opnað á nýbílavíð 6-8 Kópavogi. Kraft Burger Kitchen. Alvöru hambúrgarar, alvöru gæði. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. FM 957. Ring. Þetta er sko mestur letingar í heimi hentu í þetta lag. Heyrðu textan í þessu? Ring, ring, hello. Ekki geta grín af svíum þegar kemur á tónlist. Yeah, I'm here. Hello, I'm here. Are you there? Ring, ring. En Steinþór, ég hef smá ágjur. Ég er að sjá hérna blaðinu og næst er spurningakjarni Gilsarans. Nei, er komið að því? Það er svo leys. Hérðu, ok, þá þurfum við bara. Hvert er konseptið? Sko, ég er með keppni sem ég bjóð til sko fyrir eitthvað tvo. Og síðan er með nákvæmlega sömu keppni sem er aðeins öðruvísi þegar Blondell kemur tilbaka. Og þetta er King of Christmas. Ég er að fara að rústa þessu. King of Christmas 2018. Ertu mikið jólabarn ekki? Já, ég er ekki mikið jólabarn. Það er bara veikt barn. Það er bara að skreita heima á sér. Það er november. Ertu klári í fyrstu spurning? Er ekki, nú er bara að fá málegar út af því að our fans núna út eru brjálaðir. Þú spilaði jólalag á Fössara. Fólk er að hella í sig, fólk er í gít, þú spilaði jólalag. Þannig að
Nú ætla ég bara að konfronta það hérna í beinni útsendingu. Ég ætla að fá að velja lag eftir þessa keppni. Þú ætla að spila þig heild sinni. Capiche. Gera það fyrir þig, að því að það er að koma jól. Ok, ég var að senda það núna á Messenger. Sé það? Já. Þetta lag, þetta er þessi keppni búin. Nú spilar þig heild. Ekki reiður, lagir hálna. Alls ekki. Þetta er komið gott þessu. Ég skal segja þér það, Gilsi, að því ég er í jólaskapi. Ég skal spila allt. Og ekki rafla neitt. Ertu klár í fyrst spurningu? Það er september, það er lett í jólaskapi. Ertu klár í það? Já, sko, getið fengið trailer að spurningkemni? Má ég fá henni heild út af því að blöð núna í hverju lest. Hann getur ekki töðað í mér. Nýtum tækifæri, spila henni heild. Vertu góð við starfsmanniðinn. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Jæja. Kláraðan? Hann er bara að klárast núna. Þetta var, ég hef aldrei heyrt, endurinn er flottastur. Herru, ertu klár með þetta? Já. Þetta er King of Christmas. King of Christmas 2018. Ok. Ég held fyrirfram spennandi keppni. Nei, getur ekki verið King of Christmas. Steinþór, kollegi í rítvöldasambandinu. Og ekki bara það, ég hef ammali 9. desember. Er tilbúin? Ég er jólabarn. Ég ammali 9. desember. Ég ammali 9. desember og ég og Rikki erum þetta að vera hörð keppni sko. Hvað er þú ammali, Rikki? 13. mars. Akkur þú svo mikið jólabarn en hann á ammali í desember. Hvað skiptir að málu hvað mánuð er ammali? Jólin eru bara jól. Bara spesant. Spes? Já, það er hægur og heimskur sko. Já, mjög spes. En Steinþór, bara svo veitir það. Ég treysti mér ekki ennþá að gera upp á milli. Nei. My Captain, Aron, sem er með bestu ævisögu sem skrifur verið bara á því Hjöppi sagði mér, ég tók hátis með Hjöppa á hann. Hann las bókinas Arons og hann sagði geggjuð. En séðan ég er búin að skoða bókinu þínana hérna og hún er svo þykk, þetta er svo símaskón vöðvengi á fram á símaskónu eins og mástu því. Já, ég vandi af þessum fyrir þig. Það er veist við ekki það er fram á hann og hérna þetta er svo góð þykkt í þessu, þetta er svo almennilegt, þannig að ég er ekki að það búin að gera upp milli. Hvort sé þú að Captain eða GBN? Málega það, þetta er náttúrulega bara basically ef þú hefur gaman að draumaseríum, ef þú hefur gaman að söguramska drauma, þá myndir þú hafa gaman að sér bók. Þetta er basically bara draumaserí í bókaformi. Það sem ég ætla nú með spurningu fyrir ykkur félagana. Sko ef við ætlum að betta á þetta þá væntalega er Rikki favorite því hann er veikt jólabat sko. En ég held að Steinþór komið á vart. Spurning nummer 1. Étur á þig gat jólin? Já, maður gerir það. Ég geti fullirt það að ég hef einu sinni borðað það mikið aðfangadagskvöld að fórst að spila feitt niðurgang. Nei, ég gæti ekki sofið. Gæst ekki sofið? Ég sem sagt borðaði yfir mig. Þú ert svona trömbustrákur. Ég borðaði yfir mig sem sagt kvöldið og ég gæti í rauninni ekki opna pakkana. En svo fór mér að líða vel svona 10-leitið. Þannig ég fór aftur inn í opninu og náði mér í meira. Hvað var það í fyrra? Nei, bara, 2 ára eitthvað. Þetta hljómar er svo matafík, sko. Já, og hérna, þegar ég var búið með þanska þá kom svo mikil hjartsláttur af saltakjötinu að ég gæti ekki sofið. Já, ertu hérna svona lítill prumpustrákur jólin? Ég prumpaði ekki, en jú, senn í klósettið. Já, þannig að þú ást það mikið jólin og þú gæst ekki sofið. Nei. Þetta er eiginlega auka punktur á Richard. Ég sá ekki fyrir mér og geti getið það mikið og þú getur ekki sofið. En er hægt að fá 2 punktar núna í þessu? Nei, veist, þetta er 1-1. Þetta er tekniklega bara 2. Rikki átt það mikið. Hann geti ekki sofið. Það var ógeðslegt sem ég heyrst. En það er hann lítill prumpustrákur. Ætlar að vera vel fullur jólin? Skilgreindu aðfangadagskvöldi? Punktur á Steinþór? Nei, meina þú veist, kannski ekki á aðfangadagskvöld en þegar ég segi jólin þá er að tala svona frá 22. til 3. jan. Það er jólin. Já, ég verð fullur Ég verð fullur vel fullur 22. Þá er ég fór út á lífið. Ríkard? Já, ég er að skemmta 20. Þannig ég verð sennilega í klassi það. Það er ekki mikið að gigga etru þannig? Nei, minna í því. Það er það sem ég elska. Ef ég er kannski með að company og ég vil ráða Overweight Richard þá veit ég að fæða mökkaðan. Það sem ég hata því ég ræði einhverja veislustjórnara og þú komum etru. Ég er samt ekki þannig veislustjóri mökkaðara. Ég delivera sko. Ég nenni ekki að fá hún gæði sem blá etru.
Nei, ég bara hell í mig með fólkinu og bara er að hafa gaman og ælir og bara feskur. Nei, ég er ekki að gera það Nei, ok. Og brumpar á þig og... Já, ég var að segja já Punktur á báða Hei, ég skrifaði Stóni og Blö Blö er ekki hérna Þess að strókið Blö, skrifaði Richard Richard Stóni og overweight Hefur þú upplifað jól sem skilnaðarbarn? Nei, ég hef ekki lendið því. Punktur á Richard Er það að vera King of Christmas eða? Ríkard, þú hefur upplifað hluti sem venjulega barn hefur ekki upplifað. Venjulega barn, það er annarkvort fólk skilur sko. Þú lentir í því að fóreldrinu voru saman ein jólin, næstu jólin ekki lengur. Já. Hvernig var það? Það fyrstu stónapakka frá pappa. Það var bara fínt. Ég verð líka með mamma og pappa á aðfangandarkvöld núna, næst. Þau hafa alltaf haldið góðan vinskap. Byrjuðu aftur saman eða? Nei, þau eru bara góði vinnir. Bólfélagar? Nei. Rólegur. Þau eru ekki bólfélagar. Það var garga á öðvingar, sko. Það spurja það stundum að garga við. Nei, ég er bara að spurja og þú sagðir við ennþá saman í jólunum, sko. Já, þau eru saman í jólunum, en þau eru ekki bólfélagar. Ég held kannski að það væri eitthvað að jafnla okkur annað í jólunum. Herðu, næsta spurning. Ég spurði bara hvort þau myndu detti spólu og snakk og jafn, sko. En betur, ok, mér finnst þetta ekki weird. En mamma og pappi er hægt saman, en þau eru saman í jólunum. Já, þau eru bara góðir vinir. Ég held að það sé eitthvað jafnlaðan, sko. Herðu, Steinþór, eru við ekki saman hérna stundum bara móti honum? Jú, akkurat, ég hlættu þessu. En heldur þú samt að mamma myndi segja við þig ef hún ætlaði að jafla gamla? Heldur þú myndi segja, Ríkard, ég ætla nú faðirinn að koma henni í kvöld og við ætlum að hóka hangikjöt og ég jafla líklega eftir... Hvað er það að sniffa þetta í mikrofónum eða? Hvað er ekki í lagi með þig? Hvað, er eitthvað að þér eða? Steinþór? Ég var að reyna að halda feysi fyrir þig. Það er svona hamstur að það. Málega það, þetta er alltaf bara, þetta er sko eina sem hann er að benda á er að þau eru heldur góði vinnir, þau haldi vinskapinn. Og eru þau bæði singul í dag? Nei, þau eru bæði með fólki. Já, þau eru bæði með öðru fólki? Já, ok. Sko málega það sem ég ætla bara að segja var bara, að þú veist, bara, skiptir ekki öllu. Nei, næsta spurning. Sko, þetta var punktur á Richard, eða ekki? Hvað er í gangi hérna? Herru, Steinþór er bara eins og... Nei, sko, það er ekkert eitthvað komið, sko, því að flesti vinir sem eiga fólk svo hægt saman, þau eru ekkert mikið saman í jólunum nema að segja jafn, sko. Herru, næsta spurning. Allavega, spurning nummer 4. Þegar þú varst lítið krúttraskat áttur það til að borða allt súkkulaðidagatalið á klukkara. Rétt. Já. Ok, Rikki er að pakka þessu saman, sko. Það er ekki bara... Já, sko... Fekk hann eitthvað aukastig fyrir þetta fórhaldar? Nei, afveg 1 punkt fyrir jafnli þar, en við þið... Það var ekkit jafn. Það er akkurat að gefa hann aukastig fyrir það. Nei, hvernig staðan á þeir með súkkulaðidagatalið? Já, ég hef gert það, já. Það var 4-3. Hvenær komst hann yfir mig? Sko, fóreldrar hans jöfnluðu okkur annað eftir það hættu saman. En hann er búin að segja að það sé ekkert svoleiðis í gangi. Nei, ég veist spurningi var, hefur upplifað jól sem skilnaðarbarn? Já, og fóreldrar þínu eru saman. Já, ok. Seniorinn er þá bara feskur, það ekki? Jú, þau eru bara í sínu. Það er ekkert vesen, það er nokkuð. Nei, ég veit það ekki. Hefur þú leikið jólasvein, nema hvað, þú þurftir ekki að setja púða inn á kviðin á þér? Ég hef leikið jólasvein á þess að með púða, já. Sama hér. Þú þurftu ekki að setja púðan inn? Nei. Ég var sko málegar, ég leik alltaf jólasvein bara, ég var samt grannur þegar ég gerði það. Já, ég líka. Þannig að þið þurftuð ekki að setja púðan á kviðin? Nei, það er líka alveg til jólasveinar sem eru grannir. Íslensku jólasveinar eru nú hálf ógíslegir, sko. Málega er að ég var alltaf jólasvein. Ég fór og gekk í öll hús og gaf krökkum eitthvað drasl og fóreldrarnir gáða mér yfirleitt svona bara bjór á móti. Ég lék jólasvein. Það er 5-4 fyrir Richard. Ertu það veikt eintak að þú skreitir heima hjá þér í kringum 20. november? Já, ég skreitti 15. heima hjá mér. Já, ég neyð þarna. En, já, ég gerði það ekki. En ég ætla að skreita 1. desember, ekki? Ég er hérna rétt hjá þér. Sko, það er 1, 2, 3, 4 eftir. Ég er ekki að vera leiðilegst einn Þór, þú þarft sterkan endaspett. Já, ég veit það, hann er 2 á undan. Hefur þú fengið jólajafl?
Að sjálfsögðu þurfti þetta að koma. Ég er búin að býja eftir þessu alla spurningakennina. Ég held að þetta kemi svona í spurningu 2 eða 3. Já, ég vissi að þetta kemi sko. En þú veist, var náttúrulega búin að vera. Þegar þú talar jólajafl, það verður okkur sérstakun degi eða eitthvað stóra bílu 20. des til 3. jan. Þetta svo veikt eintak. Já, tökum bara næstu. Já, ég myndi segja það. Settu bara 0 okkur báða. Strákar, þetta hei, þú veist það ekki svo að segja ykkur hlusta sko. Bara segi hafið fengið jólajafl, já þannig. Steinþór, ég ætla að kasta þessu yfir á það. Hei, er þetta feimnismál? Nei, þetta er ekki feimnismál. Þú veit að fengið jólajafl, Steinþór. Settu þá bara með punkt. Þú ert kóngurinn. Settu þá með punkt bara líka. Hætt að kalla mig kóngin. Þú er bara jaflar alla dag. Má sjá, hvað, punktur þið, Steinþór? Nei, hérna. Djúvill langt óþægilegt maður. Ég var akkurat með þessu sopa. Þú settu á bara fyrst þú að gefa punkt, fyrst þú að dreifa punktunum, settu punkt á mig. Ok, hörðu, það komið hérna 7-5 á. Er þetta ekki að vera búið? Nei, 7-5 á Richard. Hefur hugsað að senda cozy jólakort með flottri cozy kveðju með glæsilegri limmynd inni? Nei, ég er feskur. Ég sko Rikki, áttu ekki að fá stig þarna? Sko málega maður, ég ætla ekki að heimta stig fyrir Ríkard, en ég ætla að biðja Ríkard um að hreinskilja þessar spurningu. Hvað segir, senda jólamynd af limnum á mér? Nei, sko, ekki endilega sko. Þetta tala með gerfiskeggi og cozy jólakort til ættingja og vina með cozy limmynd. Nei. Það er ekki á döfinni. En ef það væri kannski ykkur svona cozy limynd með Herru, bara til þess að klára þetta, ég sendi eina mynd af mér, eina skipt sem ég gert það, ég sendi á Kitta Páls, kynlífsfíkilinn og félaga minn í gríni og það voru sumar. Já. En ég ætla ekki að gera það mjög. En herru, við verðum að tala um þetta ekki. Nei. Nei, ekki lengi sko. Gera það bara eftir. Já, en ég verð að spyrja okkur einu. En Ríkard hefur sagt limynd sko. Við ljúum aldrei að hlustendum, Rikki. Sendi limynd. Eina sem ég er að spáði, þegar þú sendir þessa limynd. Varstu flaggaður í hálfa? Nei. Varstu í standara? Nei. Hálfum? Nei. Varstu bara alveg Þú hlýtur af að samt aðeins aðeins hitað upp, Richard. Nei. Varstu bara eins og var með súpu í klóðum? En varstu að vinna með þessi ég er að hugsa með fullkonu limynd. Ég hugsa frábæran bakgrunn. Þú veist, erum við að tala eitthvað, þú veist, listaverk eða var sól, tré, grænt gras? Nei, má ég tala? Þetta var heima, þetta var svona í júni og það var dregið fyrir heima og ég hafði lítið að gera og Kitty var búin að senda mér eitthvað. Hvað sendur þið ekki af auðvíkjan? Að því ég bara hef engan áhuga á því. Að því að þú hefur screenshot og sett út allt internet. Mjög líklega, já. Þannig að ég sendi þetta á hann í staðinn og ég eiginlega mattsaði hann. Sendi þessa limynd á Kitty Páls á þessa mynd. Kitty Páls á sölumar í sportisinu? Já. En þú varstu sitjandi? Nei, liggjandi. Liggjandi? Með limin einhvern veginn. Já, ok, ég gerði það fyrir mig. Ríkard, góð málega, ég og Steinþór eru forvitnir. Því að þú ert okkar vinur sem þekkir þennan bransa frekar vel. Að hvað, að senda tippamindir að því ég sendi eina? Nei, ég meina bara þekki ég þá bransan við. Egil, haltu bara áfram. Kannast þið bransan? Ég er að borga þið fyrir að vera í útvarpinu. Guðan að bænum, haltu bara áfram. En heyrðu, allavega, við mælum allavega ekki með tippamindum. Við verðum að koma inn á það. Þetta var bara eitthvað sprell hjá þér. Þetta var djók, eitt skipti. Eitt skipti sprell. Það var bara jólaflip, eða ekki? Þetta var ekki jólin. En færa punktur þetta? Þetta var ekki jólatengt. Hefur þú verið í góðum jólaanda að skreita íbúðuna hérna og varst að vona þetta því að hún yrði eins og cozy jólakofi nema hvað er ykkur? Má ég klára spurninguna? Hvernig var hún? Hefur þú verið í góðum jólaanda að skreita íbúðuna og varst að vona þetta því hún yrði eins og cozy jólakofi nema hvað að hún leit svo út eins og asískur tóttkofi? Hún greinlega var það með við það sem hefur komið fram en það var ekki ætlunin. Það er punktur af Richard right over there. Steinþór? Já, ég held hafi ekki lendið því. Sko, þú ert King of Christmas, Richard. Takk hérlega.
Það bara þannig Ingo Veðurguð á Hverfisbarnum Föstudaginn 23. nóvember Húsið opnar klukkan 22 og frítt inn í boði Víking Brugghús og 2 fyrir 1 af Víking á barnum Sjáumst á Hverfisbarnum Black Friday helgi í Körfi 20-50% afsláttur Föstudag til mánudags Sjáðu úrvalið á körfi.is Körfi, fákafinni 9 Komdu og gerðu frábær kaup á svörtum föstudegi í Bíkó. Nú endurtökum við leikinn. Bacon quesadilla komin aftur. Mjúk tortilla fyllt með baconi, osti, creamy jalapeno sósu og kjúklingi á aðeins 1.099 krónur. Taco Bell. Við viljum biðja síðustu farþegana Byrjaðu fríið í rólegheitum með gistingu á Parkinn í Keflavík og kvöldverð á veitingastaðnum okkar Library Bistro. Og meðan þú dvelur erlendis býður bíllinn þinn hjá okkur í upphitaðri bílageymslu. Find okkur á Facebook, Parkinn by Radisson, Keflavík. Nú ég ekki í góðu skapi. Annað venjulega. Eva Laufey og Gummi Ben snúa aftur í 40. matreiðslu þætti landsins. Gestir í þessum fyrsta þætti eru þeir Eiður Smári og Sveppi. Hvað ætli að hakka laxi? Já, það búið svona laxapús. Ískápastríð, fyrsti þáttur, miðvikudagur á Stöð 2. Það Hagkaup sem færir þér ískapastríð á Stöð 2. Það 170 miljóna risapottur í getraununum helgina 1x2 við tippum. Fyrir ný, fyrir gömul, fyrir stór, fyrir smáhús. Velfag, vindur for lífið, faris.is. Jólaveisla Nauthóls. Upplifðu jólaandan með okkur í brönns, hádeginu eða á kvöldin. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Í dag svartur föstudagur í Smáralind. Glæsileg tilboð allt hús. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Frábært bragð og bara 1 gramm af sykri. One próteinstykki. Fitnessport fyrir fólk eins og þig. Gefðu góða gjöf. Jólahandbók Eirbergs komin út. Stútfull af snjöllum hugmyndum. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Kokteilar og karaoke. The Irishman Pub á Klapparstíg. Bókin mín Steindi í orlofi komin út. Hún hættuleg, spennandi, fróðleg og drepfyndin. Minn eigin leiðavísir heiminn tryggir ógleymanlegt ferðalag allan heim. Tryggðu þér eintak. Mundu Múlalund. Við sendum gæðavörur beint á vinnustaðinn. Múlalundur.is. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. FM 957. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Það ég þeirra að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Farið að síga svona eins og setja hlutan hjá okkur en við helling eftir kæru hlustandur. 5:30. Þetta búið fljótt að líða maður. Ok, þetta náttúrulega, sko, ertu að grínast? Já. Ég náttúrulega, við höfum ekki hlegið jafn mikið. Ég ætla að segja þetta. Við höfum ekki hlegið jafn mikið sjálfur í stúdíóinu. Þetta er bara skemmtilegt. Málega það. Ef það er gaman, þá flýgur tíminn. Hann að fokkin fljúa. Við höfum eftir að, sko, við höfum eftir svo marga dagskrála eftir. Og vonum kæru hlustendur að þið sé að hlæja líka með okkur. En Rikki, þú lofaði mér off the air áðan og þú spilaði jólalag áðan. Mér fannst við niðan allar hellur. Það september, Ríkard. Það november. Já, þannig að ég sagði ég vil fá eitt styralaginn til að vega á móti jólaógiðinu. Og ég er búin að lofa því og ég stendur það. En ég veit þú munt humma þetta að þér og þú munt aldrei spila það. Egil, hef ég ekkert maður að lofa þér eitthvað ekki staðið við það? Málega, Rikki má eiga það. Hann stendur alltaf við sitt. Ég myndi halda það. Og ég veit það. Já, ég vonast ekki með í. Hann er solid, það er svoleiðis. Herru, áður við höldum áfram ekki, þá verð ég að koma inn það. Af því að bókin var að koma í alla verslan á landinu, þá var ég að hendi í geggjaðanleik. Og það er að dritast inn myndirina. Því ég var að biðja fólk að henda myndir af sér í útlöndum í story hjá sér á Instagram. Það má vera fólk sem er út í útlöndum núna eða rifja upp ykkur gamla myndir. Ég ætla alltaf að finna ykkur geggjaða mynd á Benidorm og honum á Auðvitað Blöð. Rikki, þú verður að taka þátt í þessu og
og það að dritast á mig og stórið mitt á Instagram bara að fyllast og þetta verður basically í sólarhring. Ég ætla að draga 3 bestu myndirnir út á morgun, 3 sigura sem fá bók og þannig að þú þarf einu svart að gera að henda myndar í story, taka mig inn á hana svo ég sjá hana, svo hún fari ekki fram hjá mér og þá ertu komin í hérna geggjaða leik. Basically, kaupa bókina Steinda, ég kaupa okkur andlitið. Málega það er líka sterkt. Riki, þú getur lamið eitthvað fyrir mig sko, þú erum stór og góð. Það sem er sterkt fyrir mig, ef það gengur vel hjá Steinþóri þessi jólin, og málega ég í grúppu sem heitir meðlimir í rithöfundasambandinu á Facebook. Og ég verði að viðurkenna, ég ekki vinsast í gæðinni. Orðuð á þannig. Þú hefur nú verið að stinga upp á alls konar gleði. Já, ég hef komið með posta þegar það fengi ég hef ekki fengið mörg like eða svör. Mér áttar ally henni. Þannig að ef að Steinþór verður bestselling author, komið hann og Tokka Þráins, og ef að kannski Aron selur líka núna vel upp og GBN, þá fara að lúka freka vel með hann inni. Þá verður þetta freka sexy sko. Þannig að ég vona að það gangi vel okkur öllum. Að sjálfsög, ég var líka ég er búin að vera að hitta fólk. Ég fór sjálfur með bækur. Ég var að fara með bækur í dag í Bónus og ég fór með bækur í Nett og Mjótt og í Eymundsson og það er alltaf Black Friday út allt. Þannig að hún á tilboði hér og þar og ég að hitta lið og það þvílík stemning fyrir bókum í þetta ár og það líka málið það. Þú veist, Ég fáði í sambandið. Við erum á ADHD tímabilinu. Þú veist, ég held að það sé léttar að skrifa bók en að lesa bók fyrir mig. Ég held ég léttar með að skrifa bók en að lesa bók. Þannig að ég vildi gera bók, þannig að þú getur bara flett einhver staðar í hana og lesa eitthvað skemmtilegt. Þetta bara haha, þetta ekki þetta bara léttmeti. Þetta bara, og tillur á salefnið og hægjaður og hlæja á meðan. Já, þessi, hvað við þetta bara haha. Nákvæmlega, við ætlum að henda okkur í leik og keppni á milli ykkar. Ok, hvað erum við að tala um? Sturlaðar hrossaskítur. Þegiður ekki, þú brjálaður, hrossaskítur í þessu? Þetta bara nákvæmlega þetta. Já, þetta ekki sturlað með einu hrossaskít. Nei, þetta bara þið þurfa að giska hvort rétt og hvort rangt. Ok. Mér finnst það skemmtilegra en þegar það eru 10 og 1 röng. Þið þurfa basically bara að reyna að lesa í gegnum skítin hjá mér. Hver fær svarið? Þú byrjar. Glæsilegt, takk fyrir það. Fyrsta spurning. Þegar Ívar Guðmundsson var 20 sem kóngurinn, þá var típisk fyrsta máltíð hjá honum pulsa, kók og súkkulaði. Ívar Guðmundsson þegar hann var 20 eitthvað, pulsa, kók og súkkulaði. Ég get alveg trúa því að sko, málega það svona kalla eins og hann sem lítar svona vel út, hann greinlega fljótur að læra, hann gæti lært að dansa, ég ætla ekki að dansa á korteri. Ívar Guðmunds var ekki, ég ætla ekki að dansa það. Nei, það er Ívar. Ívar Guðmunds var að frumsýna eitthvað mestu þykkt sem ég séð í honum frá kynstunum. Ég hitt þegar hann var með gangi á hann. Ívar Guðmunds orðin vel þykkur, það ekki að tala um fytulega séð, vöðvalega séð. Hann orðin 90 plus kíló, álveru þykkt komin í Guðmunds. Sko málega, ég hef spilað og ég hef aldrei á stoltur að vera vinnur hans. Ég hef spilað með hann fótbolta nokkur sinnum og ég hef aldrei á ævi minni séð mann með jafn mikinn sprengikraft. Og hann sko, hann tæklaði, þetta var svona góðgerðarbolti, vorum að keppa móti ykkur veslingum minni mig og hann dundraði sólinga niður, það er bara þannig. Hann áður en ég kynntist Ívar og þekkt hann, ég spilaði á mótunum fótboltaleik, hann rækt á mig sko, hann var það já, veikur, bara heppina hann ekki lúpa að því. Ég er með svar rétt, ég ætla að setja sér rétt út af því að sko, tvítur þá þarf ekki að vera hann orðið svona heilsu conscious eins og hann er í dag og mögulega maður niður sig og búin að snúið blaðinu og ég set sér rétt. Málega það, ég er nokkuð vissum að ég ætla að vera rétt fyrir sér það, en ég ætla að frista gæfunar til að reyna að komast yfir og ég ætla að segja og sért að hræri okkur. Það er 1-0 fyrir Agli. Yes. Yfirleitt er að Ívar var 20, ég talaði við hann í dag í gær. Var hann spekfeitur það? Nei, alls ekki. Hann sagði bara að hann hafði ekkert verið að pæla í mataræðinu, hann borðaði bara hádegismat og kvöldmat og yfirleitt fyrsta máltíðina þegar hann var að vinna, það var yfirleitt pulsa, kók og súkkulaði. Það er svo þægilegt í þessari keppni að ná 1-0 lead. Ég er svo slagur einhvern veginn. Ég er í vesinni. Steindi á næsta svarrétt. Jack Nicholson lagðist inn á geðsjúkrahús eftir að hafa vaknað við það að hafa verið að kyrkja eiginkonu sína stuttu eftir tökur á kvikmyndinni The Shining. Sko, Riki, ég er að spá. Finnst þér ekki, ef ég svara núna, finnst þér ekki að það sem er með svarréttin, hann má byrja að svara og hinn má ekki svara það sama? Af því annars getur við verið að play it safe. Er það ekki bara... En Egil er ekki þannig. Steinþór, þetta er bara keppni, ekki vera... Leika bara að svara vitlu. Þú getur bara sagt það sama og ég það núna.
Já, ég meina En Egill er ekki þannig? Nei, ég er ekki, Ríka segir ég er ekki þannig. Þetta samt glitch in the game, ég ætla að setja sér rétt. Hann hafi verið að lifa sér það mikið í hlutarkið að hann hafi... En hann kyrtan ánga, hann vaknaði við, hann var með hendutar utan á hálsinn. Já, ég held að hlutarkið að fara svona sálandinn á hann. Ég vil að meina það að þó leikir í bíómynd sem einhver karakter þá átti ekki það geðveikur að þú kemur heimtíðin Heath Ledger, Jokerinn basically drap hann. Hann gerði þetta samt í svefni sko. Þú ferð ekki heim, leggur þig fyrir ekki ástu mín, var ég að kirkja þig ég er að leika hérna klikkaðan gæja hérna í Shining ég fyrir ekki þig, ég ætla ekki að kirkja þig. En málega, þú ert kannski 2 mánuði að leika kolbilaðan gæja sem ert að reyna að kirkja konu í bíómynd 16-17 tíma á dag, svo kemur heim og leggur því smá. Ég held að þetta sé bara mjög... Sko, ég skrá þetta sem 50-50, ég skrá þetta frekar sér líklegt og því að Rikki við ætla ekki séð Shining, þannig að ég bara sjá hann oftar en þú allavega. Ég set sér Horseman hér. Já, ég ætla að setja sér rétt. 1-1. Anskotir hafið það maður. Númer 3. Þú ert lengur að segja www en World Wide Web eins og það þýðir. Þú ert að stimplinn. Ok, World Wide Web, www. World Wide Web. Ég er lengur að segja World Wide Web. Nei, þú ert lengur að segja www. En www. Nei, þú ert að gera þetta öfugt. Þú ert lengur að segja www en World Wide Web eins og þetta þýðir. Þú stimplarinn 12. Vá, þetta er málið það sem Rikki er búin að vera að gera þetta er rannsóknar minn. Ríkard, sko, þú er 8 að 1 út með 2 nöyt heimska menn með. En það eru bara 2 svarmöguleikar. Já, ég veit, þetta er sann, sko, þetta er frekar erfiðar spurningar þetta, sko. Ég segi þetta sér rétt. Ég ætla að segja þetta sér rétt líka. 2-2. Þú ert lengur að segja www. Já, maður heyra það bara sjálfur, www World Wide Web. Mjög spennandi. Númer 4. Wesley Snipes er vinsælasti leikarinn á setti og meðal starfsfólk á setti. Always bet on black, sko. Hann gefur öllum tíma til þess að tala við sig. Í Casino. Eitt sinn gaf hann starfsmann á setti sem hann hefði tengt við nýjan bíl. Já, kannski ástæðan fyrir án ekki krónin dag. Já, mennum álega. Snipesarinn er rosalegur. Einn af mínum uppáhaldsleikurum. Ég hef... Passenger 57 hefur verið búið til betri mynd en það? Nei. Það er ekki til betri myndið það. Always bet on black. Kanski Con Air eða The Rock eða Tango and Cash. Já, það er 4. Always bet on black er rosalegasta lína sem hann hefur sagt í bíómynd og ég fer eftir því ef ég þvælist inn í Casino. En þú er aldrei grætt í Casino sant? Aldrei. Nei. Ég ætla að segja að þetta sé rangt, Richard. Þú veist ég elskar hann og þú ert hann að klína upp á einhverjum góðverkum. Ég held að hann sé meira hútt í honum. Ég held að hann taki alla peningi sinn og eyði eitthvað allt annað. Mikla meira kjaftaði. Sko, Wesley er óskynsam með peninga. Það er komið fram þegar hann múið þérna vel og er með lóðrétt í dag. Þannig að hann hafi gefið ljósamannunum bíl hljómar sem hárrétt, ég segi correct. 3-2 fyrir Steinda. Wesley Snipes er talin eitt dónalegasti leikar í Hollywood á setti. Það hefur verið endalaust kvarta yfir honum og hann er ekki góðum maður þar. En The Rock gaf áhættuleikarinn sinni bílundaginn. Já, ég sá það, Twitter. Númer 5 og næst síðasta spurning og Steindi á svarréttin. Sigmund Freud lagði til að kókain er notað sem meðal gegn þunglindi og alkoholisma eftir hann prófaði lyfið sjálfur. Málega að hann hefur verið vel kókaður þegar hann ætlaði að negla því í gegn. Hvað ég og bara við þungur og bara tekur inn að línu og hendur það í speil og keyrir það í gang. Hann lagði það til að þetta er notað sem meðal gegn þunglindi og alkoholisma eftir að Sigmund Freud prófaði kókain sjálfur. Hvernig ferdi þið ekki og þungur á sunnudum? Ég bara bara þeyður stundum. Hvað, má ekki slá þetta slengi? Nei, alls ekki, ekki með þetta. Glæni í bimmi og menn einhvern veginn er bara að spyrja. Erðu, jájá. Þú hvítur buksum á bimma, rólur. Sko, ég held að þetta sé rétt. Hann hefur basically touchað þetta aðeins og bara svona fengið einhvern veginn stórmennsku brjálaði og haldið þetta væri lífið við öllu, sko. Þannig að ég ætla að segja þetta sé hárrétt. Sko, virkar þetta ekki þannig ef þú keyrir í þig gott ég-jó, þú ert hress í 3 tíma, sé ekki með alveg skellur. Virkar ekki þannig eða? Ég bara veit það ekki. Já, þú veist, er það ekki svoleiðis eða? Ég meina ég Viltu að það meina það að þú ert á konstant kistlu á ég-jóinu eða? Hann prófaði bara líka. I call horseshit. Steindi 4-2 yfir. Já, þetta var rúst.
Egill Síðasta spurning Til hvers, ég er búin að tapa Svo heimskur ertu Já, bara setja lag Nei, kottu með hana Rikki, kottu með hana Hvað er teknolagið mitt? Nei, Rikki, kottu með hana Þú lofa með teknolagið mitt Nei, herru, málega Jæja, þetta er FM 95 Blö og Egill valdi þetta lag og Takk kærlega Þetta kemur á móti þessu Þetta er svona á móti þessu ógæslega jólalegi spilaðar á hann Álöfur teknolag, Logsis og maður er ekki úr dagskostjóri hérna Ef ég verið dagskostjóri Þetta var einu sem var spilað hérna Já, einmitt Það er ástæðan fyrir því að þessi stöð gengur Ég held í alvegni að sko fólk hafi kyrt út af Þetta var rosalegt Þetta var ofhart sko Steinþór, þú átt næsta lið Herðu, já, ég ætla að henda ykkur í Brothers from Another Mother Af því að málega það, nú eru þið bræður Brósar Þeir eru brósar Þetta brósar er svo þreytt maður Við getum ekki verið að vinna með þetta Þetta er hrikalegt sko, þetta er svolítið krókur Málega, ok, hérna, þeir eru bræður Já, þeir eru bræður Smá njálí í þessu Sko, málega, Rikki Hvað eru þið búin að þekkjast lengi? Mjög lengi Sko, við kynntust fyrst náttúrulega sko þegar Ríka var sölugómur í sportusinu Nei, rúmfattalarnum Já, sko, já, í gegnum Kittapáls Já En síðan mættur að vinna sem sölugómur í sportsinu Fyrir 10 ára síðan Já Og þá var ég engaþjálfaragómur Og Ríkard sölugómur En núna spólum aðeins 10 ára tíma Nú er hann yfirmaður minn Og lesið við mér Svo aumingi sem ég er Já. Og Rikki var í gær Í þyrluflugi, lent á esjunni Og drakk shampoo. Hvað var ég að gera? Skeina mér Smá munur á Richard og vöðingjarnum í dag, því miður. Ok, ég er búin að vera að taka hérna ýmsu menn í þetta. Ég er búin að vera með Auða og Sveppa. Ég er búin að vera með Pétur og Sveppa. Ég er búin að vera með Auða og hérna. Ég er búin að vera með fullt að liðir. Þannig að það er mjög spennandi að henda ykkur í þetta og aðtuga hversu vel þið þekkist. Ok. Og fyrsta spurningin, hún er sem sagt frá, ég ætla að spyrja Egill þig. Okay. Svo ætla ég að spyrja þig Egill. Svo ætla ég að spyrja ykkur báðum hvern annan. Ok, hvað er með það stöðunni? Ok, þannig að ég ætla að sko mála það. Nú er að koma jól og það er svona, ég veit hvað skreitingarnar gera mikið fyrir Rikka og það gera helviti mikið fyrir hann. Sko, ég var einmitt að skoða Twitter núna eftir ég setti mynd af íbúðunars Rikka frá því fyrra og þjóðin er að kommenta svona hvað henni finnst stofan minna sig á. Mér langar að lesa upp kommentin en því miður get ég það ekki. Ég mæli bara að fólk bara fari á Twitter og lesi kommentin. Já, og fyrsta sko, eru klárir? Já, ég er klár. Fyrsta spurningin svona er í rauninni sem þú þarft að svara Egill. Hversu oft í viku, þetta er jólaspurning í rauninni, hversu oft í viku helduru að Rikki G hendi í hristing? Ég veit nákvæmlega hvað hristir oft í viku. Ég þekki hann það vel. Ég veit svarið. Þetta er ekki svona, ég þarf ekki að giska. Ég veit svarið. Ríkar Óskar Guðnason, vinur minn, er highly sexually active. Mjög. Highly? Já. Hann er með háa kynorku. Vöðvingin var með Ríkard á Tenerife-daginn. Og Ríkard var hann látið hverfa eða? Já, sko, orða bara þannig sko, ég er ekki gagnrýnið það að menn hreisti sig. Nei. Skiptir mig máli, sko. Ég er bara í frí og Ríkard segir mig vöðvingið að hreista mig. Segir bara Ríkard, farið upp á herbyggi, hreistu þig og sjáumst á barnum eftir kannski 25 mínútur, segi ég. Mér er skýtsama. Og málið að Ríkard er, sko, út af því að gengur svo vel hjá hann, kannast við það steindi, þegar allt gengur upp hjá þér. Já. Þú veist öll verkefni eru uppleið, kassi er að flæða inn, þú veist, það er allt einhvern veginn á réttir, þá hreistur það oftar en þegar allt einhvern veginn down the shit. Málið er að hlutabrif, ef við ætlum að vera alveg hreinskilið í stúdíónu, þá eru hlutabrifin í Rikka búin að hækka helviti hratt. Já, rosalega hratt, sko. Og eiginlega kannski hættulega hratt. Það gerði svolítið eftir að fekk sér bimman. Og þá fóru hlutabrifin einhvern veginn að rjúka upp, sko. Getum við ekki svarað? Sko, ég segja Ríkar Óskar Guðnason, vinur minn. Sko, auðvitað á hann konu og stundar samlíf með henni. Frábært samlíf. En ég held, og er nokkuð vissum sem þetta rétt, að Ríkar Óskar Guðnason hreisti sig að meðaltali 5 sinnum í viku. Já. Og ég tek vinnurhreistingarna inn í þetta. Vinnurhreistingarna? Ég tala um bara Þú veist, Egill, hefur pælt ég að láta greina þig bara svona yfir höfuð? Hvað? Þú veist, háskóla menntaður maður. Svona án gríns.
Ha? Akkur þú síðan hlægjandi eins og síðan Pablo Escobar sjúandi upp í nefi? Án gríns. Ég að reyna málega, ég vill ekki vera hlægjandi svo ekki. Ég er að reyna að halda í mig hlátri. Málega, það bara sagan segir, ekki sagan, en þú veist fólk myndalega giska og verður eitthvað laumupúkast. Þú ert mikið í húsi, vinnir mikið í húsi og ert mjög svona hlutabröðin eru helviti há. Málega, eins og ég segi, þetta helst í hendur við hlutabröðin og þín eru há. Þannig ég veit ekki. Má ég þá koma rétt svar eða? Já. Ekki ljúa samt. Nei, alls ekki. Ætlar að vera hreinskilin, þú ræður náttúrulega. Já, ef ég hefði þennan tíma til þess að gera þetta sem Egill er að tala ef ég hefði þennan tíma vissulega, frábæra veisla en þetta er ekki svo gott. Það helst í hendur við tíma. Því miður, ég myndi giska og ég ætla að vera algjörlega hreinskilin. Finnst þér ekki gott að gera þetta? Jú, sjálfs, ég var að segja, ef ég hefði þennan Voru tíma. vist að gegja, ég lofaði þig. Já, ég meina, halló, ég er bara mennskur maður. Já, elskar það. En til þess að íkja, þá myndi ég segja 2 í viku algjört max. Já, helgar eða? Ég sagði 2 í viku max. Ég sko, helgarnar frekar virkudagarnar einhvern veginn. Steinþór, næsta spurning. Það bara kannski, þú veist, familjan verið Herðu, ok Þá, Rikki, þá ert þú að fara að svara Egill. Já. Hversu vel þú þekkir hann. Hvað sko, Egill er náttúrulega þekktu fyrir svona spes kvikmyndastíl. Hann hefur neymdroppað mörgum myndum. Ég veit hann hefur gaman að bæja á tom. Mortal Kombat, Tango and Cash og Dumb and Dumber og svona. Margar eru mjög góðar og margar eru mjög furðulegar. Slífur og Basic Instinct. Slífur, já, ég mynd. Þannig að það er suma myndir þetta sem eiga alveg gjörsamlega rétt og svona vera þarna. En aðra myndir eru svona svolítið spesaði sig á það. Hvað heldur þú að það væri byssa lögð upp í höfuð á Agli eina sinni og hann yrði að svara besta myndin, ein mynd algjörlega svo besta sem hann hefur séð á allri ævi sinni? Hvaða bíómynd heldur það sé? Major Payne. Major Payne? Vá, býtu, ég sá þetta ekki koma sko. Hvað, Það er enda geggjumynd með Damon Wayans. Það er enda rosaleg mynd sko. Þegar hann fann til að putta bara strákin. It's been 6 days since me killing a man. Það er rosaleg. En það er ekki betri mynd en Tango and Cash sko. Þegar að Sly Stallone labbaði út á götu í gráu jakkafötunum og trukkurinn kom að honum og hann stóð silkislagur með einhver minnstu skambissu sem ég séð, setti hennar kúlíkinu fram úr rúðuna og þeir skutust báður úr henni síðan. Úr rúðunni? Já, úr rúðunni og lentu frá hjá löpunni hjá honum og hann sveiflaði svona handjóttunum. Hvað segir þið strákar? Er ekki allir feskið? Býttu skaut hann einu skambissu skoti í framrúðuna þeir neldu niður og síðan skutust þeir út úr framrúðunni og lentu á götunni. Það er engin mynd sem toppar Tango and Cash. Það er mitt faglega mat. Ég elskar Major Payne. Ég er líklega hort á hann og öruglega svona 600 sinnum. Ég er hrósar ekki. Ég verður að gefa eitthvað punkt fyrir þetta því að Major Payne er ekkert aðeinslega að finna mynd sko. Já, og frumlegt val sko. Þannig að deila punktur og Ríkard. Þannig að Tango and Cash sem þú vilt slæta á hann punkt. Þannig að Major Payne er þetta mjög helviti nálægt. Rosalega góð mynd. En það er ekkert punktar í þessu sem sko. Þetta er bara svona við að spjalla. En það kom aðra svona kynferðspurningu fyrir mig og Ríkard. Ég sér það einhverju í samlífuna. Endilega ekki. Ég sér það mig í samlífuna Ríkard. Nei, málega, næsta spurning er til eitthvað beggja sko. Ok. Þannig að þú veist, og málega, ég hef spurt þessa spurningu áður og ég gera í rauninni, ég reyna að gera það alltaf. Tengir þú samlífunni á Ríkard? Nei, ekki neitt sko. Þegar koma 9 menn í þennan lið. Og nú ætla að spyrja ykkur. Ef þið þyrftuð að berjast upp á líf og dauða, þið tveir In the Octagon Rikki væri með gólkilfu ekki þú. Væri bara með my muscles, your fists. Já, bara my muscles. Þú væri bara með your muscles. Rikki er sem frekar góðu gólvari sko. Rikki er góðu gólvari og hann fær dræverinn af því að þú ert hærri. Þú ert í rauninni í öðrum. Erst þú ekki þingri? Þið væri ekki sama þingdaflokki. Hann er hærri og þingri. Já, þú væri vantilega, hvað er þungur Egill? Ertu light heavyweight? Ég er dansað einhvern 90 kílóin. Ég er nákvæmlega eins, ég er 90. Þið eru báðir light, þið eru þá báðir að keppa í light heavyweight. Sko, að málið með Ríkard, hann er eitthvað besti gólvari sem ég hef henni séð sko. Ég var að gólfa á, varum að steggja við okkar sjálfsfróvaran og varum að gólfa. Sjálfsfróvaran, ég hef aldrei heilt. Hann kallaði það. Ég veitu fróvaran, ekki sjálfsfróvaran. Já, sko, vorum að í ykkur gólfherrimenni GKG og Ríkard var að gólfa. Ríkard er ekkert eðlilega góður í gólfi sko. Hann er rosalega sko. Og ég er eins vel fyrir mér, ef hann næði svona góður sveiflu á vöðvingjan
getur vesen sko. Já, hann með gólkilu. En ef ég gríp í kilvuna og löðrungan svo þú getur bara tekið á hann í kilvuna og bara með henni. Þá hann í vesi, þá myndi ég að Ríkard í vesinni sko. En ef hann nær góðu höggja vöðingjan með kilvunni þá ég ekki favorite. En ef þú þyrftir sjálfur að hólka aðlegun undir, myndir þú að segja að Ríkki myndi taka þetta með gólkilu? Sko ef Ríkki, segjum svo, Ríkard að slá með kilvunni, ég gríp hann með vinstri hendi og ég slæja með flötum lófa svo í kinnina. Myndir þú segja það væri... Þá myndir samt aldrei að því ég það hæfileikaríkur að ég get sveiflað henni á svo ótrúlega mörgum stöðum. Ég get sveiflað henni niðri. Þetta allt spurning með mjaðma hreyfinguna hjá mér. Út með góða mjaðma hreyfingar sem gott í samlífinu, eða ekki? En ég myndi tippa ef ég fengi að vera með golfkilvi í hönd þá þetta ekki spurning mín vegna spurning fyrir mig, þá myndi ég taka íl. Þú myndi drepa íl. Eitt vindtök á Ríkard og hann game over sko. Þú er með flötum lóa sko. En ég vilt ekki tekið vindtök. En málega, ég sammálað með Ríkard mjaðmarhreyfingarnas sem skila sér í frábæru samlífi sko, skila sér í frábæru gólfi. En þú ert með Stockton lúkuna, þú getur slegið. Já, en ég vöða meiri en hann í góðu formi, Ríkard, hann í góða staminu. Ætlar að gefa Ríkard þetta? Nei, ég ætla að gefa mér þetta. Þú gefur þér þetta? Góður. Karaoke Bókaðu prívat karaoke herbyggið fyrir þig og hópinn þinn. The Irishman Pub á Klappastíg. Í Selected færðu fallegar jólagjafir fyrir hann og fyrir hana. Selected Kringlunni og Smáralind. Ég að drepast úr kvefi og krakkandi líka. Ég verð að fá með Steribar. Það bjargar okkur alveg. Sterimar nefúðinn fæst í öllum apótekum. Við höfum opnað á nýbílavi í 6-8 Kópavogi. Kraft Burger Kitchen. Alvöru hambúrgarar, alvöru gæði. Hæ, þetta er Sara í Unique. Vantar þig nýtt dress fyrir helgina? Þú færð það hjá okkur. Unique, Kringlunni og unique.is. Í verslun Drónfly Krókhálsi 6 Black Friday útsala dagana 23. til 27. november. Komdu og kíktu á úrvalið. Drónfly, verslun, verkstæði, leiga og drónfly.is. Þegar náttúran kallar, hún ekki að kalla eftir blautþurrkum. Klósettið ekki ruslafata. Veitur. Bókin mín Steindi í orlofi komin út. Hún hættuleg, spennandi, fróðleg og drepfyndin. Minn eigin leiðavísir heiminn tryggir ógleymanlegt ferðalag allan heim. Tryggðu þér eintak. Black Friday bomba 20. og 24. november. 24iceland.is Laugavegi 51. Black Friday. Já, Shaken Pizza tekur Black Friday alvarlega. Við bjóðum nýju gómsætu jólapítsun okkar á 1000 krónur og jólashaken okkar á 500 krónur. Föstudag, laugardag og sunnudag. Eingöngu þessa einu Black Friday helgi. Nú frábært tækifæri til að smakka þessa mögnuðu jólapítsu og góðsætakennda shake. Shaken Pizza og Black Friday. Pool fyrir alla. Biljardbarinn. Faxafenni 12. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. Stígðu vistvæn skref með vistvænu gólfefni frá Parket og Golf. Það Thanksgiving vika á American Style. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. 957. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það svona nokkur neginn komið að lokum hjá okkur. Ég má til með að ekki orða það þannig. Við þurfum að láta vita þessu. Black Friday í dag, strákar. Fullt af tilbúðum hingað og þangað. En besta Black Friday tilbúðu sem ég séð í dag það á Shaken Pizza. Hvað að gerast þar? Black Friday tilbúð og undirskriftin eins og jólin á bragðið. Það sem sagt jólapizza. Jólapizzan á Shaken Pizza í kvöld á 1000 kall. Og hún með reyktu hangikjöti. Þetta basically fjórða besta pizza í heimi nema það hangikjött. Þeir eru svo klikkaðir. Ég ánað með það, þetta geggja með þetta geggjaði staður. Jólashaken sem sem sagt piparkökushake. Hvað var donut-shaken? Hann ennþá. Það ekki? Já. En jólashaken, hann á 500 krónur. Þannig þú getur farið á Shaken Pizza núna. Þú getur fengið pizzu og shake á 1500 kall. Það reyndar 1500 krónur. Já, það ekkert eðlilega lítið peningur sko. Það reyndar rosalega lítill. Og að tekur þig ekki 5 sekundur að vinna þér inn 1500 krónur. Með eitthvað hlutur. Hvað kemur það málnu? Nei, ég bara tala hvað þú snöggur að vinna þér inn
þetta cash Já, það enginn að tala það, ég bara tala tilbúð Já, ég bara tala þetta gott tilbúð Já, þetta er þetta fárlega gott tilbúð Talandi Black Friday, þá var bóki mín að koma út í allar verslanir á fokkin landinu Þannig að leikitur, það er bara Mála, það er alltaf verið að væli með fólk út á landi Finnur ekki bókina Núna er hún komin út út Að segja stendi, ég vil sjá Ég vil sjá þig taka þessa höfundar sem þessar skálsugur Svo Arnald og Irsu þetta sem einhvers gaman að lesa Ég vil sjá þig pakka þeim saman Ég vil sjá þig eftir 2 vikur On the top Það er þig, Aron, my captain og GBN Sér þess að skálsugur Akkur er að eða tímanum að lesa skálsugur Þú vilt fá okkur félagana til að móka út Ég vil bara sjá ykkur 3 í 3 rauðsætunum Byrgjum og Haugtalum 4 og síðan með aðrir aðstæða fyrir niðan Algjörlega, en eins og ég segi það er líka bara langt síðan að koma út að mínum að þið fyndin bók, þú veist það er verið að drita út mjög mikið að dark dóti alls með bíómyndir og mér finnst líka að vanta íslenska gríminn til þess Ég get átt að bókinu þín á hlægið Já, þú veist það vanta bara að þú getur bara að opna og fara eitthvað að hlæja, skilur bara vanta eitthvað að haha Þannig að ég var að hendi leik líka af því hún var að koma út í alla búðir og hann er á Instagraminu mínu og endilega takkið þátt Þetta er Insta-leikur eða Facebook-leikur? Þetta er Insta-leikur, þannig að drita bara að teka mynda það sem múst í útlöndum, annarkvort gömulmynd, þú varst að taka mynd, þú varst að senda mynd En verið einn almenna góm sem ekki farið útlanda? Já, þá bara, aldrei farið útlanda Þá gertu ekki gert Já, þetta er ferðabók Má ég feika því ég sé á Benidorm ég kannski á Fáskrúsfirði? Þá fótósvapar myndaðir Fáskrúsfirður er reyndar alveg svona Benidorm Íslands það sleppur alveg Þannig að þú taka mig bara, hendir inn og út komin í bátinn Hald ég, kæra hlustendur FM 95 Blöð verður ekki lengri að þessu sinni Við verum aftur hér að viku liðinni Við allir 3 það ekki? Hár rétt Rikki, þú ert maðurinn Við förum aftur í óþægilegu könnun á næsta föstudag nema það er aðeins öðruvísi spurningar hjá mér í það skiptið Mér finnst hlutabrifin í mér hækka bara við að vera í kringu þig Elska þig Komdu með bílinn í smurningu á Mótulsmurstöð Motormax Engar tímapantanir Opið frá 7:45 til 6 á kvöldin Þú finnur munin Motormax Vatnagörðun 12 KBE kynnir í samstarfi við Perform og Bose útgáfu tónleikar Herra Hnetusmjör platan Hetjan úr hverfinu verður flutt í heild sinni á Húrra 7. desember miðasalan er hafin á tix.is Gömm Gjafakort Bónus er gjöf sem kemur að góðu notum fyrir alla og fæst í öllum verslunum Bónus sparaðu tíma og fyrirhöfn gefðu Gjafakort Bónus Black Friday alla helgina í toppskónum Lágmark 50% afsláttur Kuldaskór, spariskór og fullt fleira Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti Límkitti, silikon, þéttifrauð, smurefni og hreinsefni frá Settex Verkfærasalan Black Friday dagar í verslun Dronefly Krókálsi 6 dagana 23. til 27. november og nú opið á laugardaginn 24. frá klukkan 10 til 5 Garðsapotek, einkarekið apotek yfir 60 ár. Garðsapotek í leiðinni og land allt. Serrano Fresh, Happy, Max FM 95 Blöð á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul FM 957 Topp tónlistarstöðin Hlustaðu á okkur allan heim á netinu eða í FM appinu